Góðir gestir, verið velkomin á hádegisfyrirlestrarröð Þjóðminjasafnsins. Ég heiti Jóhanna og er safnkennari hérna og hef fylgst með uppsetningu sýningarinnar og tekið þátt í henni, sýningarinnar Ísland í heiminum, heimurinn í Íslandi, sem að Unnur Dís Skaftarsdóttir og Kristín Loftsdóttir áttu frumkvæði á og sömdu handrit af. Fyrirlestrarröðin fjallar þá umfjöllunarefni sýningarinnar, fyrirlestrarröðin á þessari vorönn. Kristín Lofts talaði fyrir hálfum mánuði og nú fylgir Unnur Dís í kjölfarið og síðan alveg fram á vor þá verða fyrirlestrar efni sem tengjast umfjöllunarefni sýningarinnar. Þið sjáum þetta orð þarna, þverþjóðlegt. Það þá þverþjóðleiki, tengsl yfir landamæri, hreyfanleiki fólks og hugmynda, fordómar jafnvel, það dreift á þeim á sýningunni. Þetta allt efni þá sem að fjalla verður og eftir hálfan mánuð þá mun Guðbjört Guðjónsdóttir tala en hún hefur rannsakað, hvað sagði Unnur Dís, hún rannsakaði Nei, já, þú hérna, Það Íslendingar sem hafa flust til Noregs og það einmitt dæmi slíka einstaklinga dregin fram á sýningunni. En ég ætla bara að bjóða Unnur Dís í pontu, gjörðu þið svo vel. Já, komið þið sæl. Ég vil byrja að þakka Þjóðminjasafninu fyrir þessa fyrirlestrarröð og fyrir það við okkur að kynna rannsóknir okkar hér. En ég semst eins og hún sagði ásamt Kristínu Loftsdóttur, einn af höfundum sýningarinnar og ég hef unnið þessar rannsóknum meðal innflytjenda á Íslandi það rúmlega áratug, svolítið lengi sem sagt, og hef beint sjónum að ólíkum tegundum flutninga. Fyrst lagði fyrst og fremst áherslu á flutninga vegna vinnu, en síðan einnig vegna fjölskyldusameininga og síðustu árum einnig vegna þvingaða flutninga. Fólk sem hefur þurft að flytja vegna þess að flóttamenn eða hælisleitendur. Er ég ekki tengt við það? Já, ok. Ég spurði hana þess áður hvort þið tala hátt en hún sagði að þetta var. En núna? Erist það núna? Já, ok. Það gott að sagði mér það vegna þess að ég var alveg rólega því ég hélt að hún sagði mér það væri. En núna, er það tengt núna? Ok. En eitt af grundvallar hugmyndunum sem að liggja baki þessari sýningu, eða hugtökunum réttara sagt, sem sagt þverþjóðleiki. Og það hvernig bæði saga og samtími tengjast, eða svona einkennast af þverþjóðlegum tengslum. Og við skoðum hvernig þverþjóðleiki hefur birst í tengslu við fólksflutninga til Íslands í nútímanum og í nýlegri fortíð og líka frá Íslandi. Til dæmis í bréfaskriftum hlutur sem fólk hefur tekið með sér og fólk hefur tengið upprunaland og hvernig hugmyndir eru líka þverþjóðlegar. Þetta eru tveir hlutir af sýningunni. Í gegnum tíðin hefur fólk sem flust yfir landlanda haldið samband við fólk í landinu sem þeim kemur frá. Áður fyrr skrifuðu fólk til dæmis bréf til upprunalands en þarna eins og í dag var oft ætlunin að snúa aftur heim. Og á myndinni hérna sjáum við tvo hluti sem af sýningunni, annars vegar kistil með hluti sem voru dæmigerðir fyrir hluti sem fólk tók með sér til Vesturheims. Hann var útbúinn í samstarfi við Guðmund Jónsson, sagnfræðing, sem hjálpaði okkur hjálpaði Þjóðminjasafninu og henni Jóhannu að velja hluti í kassan, eða ekki kassan, þetta sagt í kistilinn. Og fólk tók með sér hluti, eins og þið sjá það til dæmis bækur og hluti sem hefur merkingu fyrir það, en það tók líka með sér ákveðnar hugmyndir góða líf, eða hvað gott líf og hvað þarna rétt og rangt. Og þegar til Vesturheims var komið, það skrifaði fólk bréf og hélt tengslum við heimalandið, oft á tíðum, þetta ekki alltaf. En í nýju landi hélt fólk líka oft áfram tengslum við aðra Íslendingar sem hefði flutt til Vesturheims. Og jafnframt því að taka þátt í nýju samfélagi. Þannig að þeir gerðu bæði. Sumir tóku, ég ætla að smá vatn.
Þannig að þetta að halda tengslum við upprunaland, það er ekkert nýtt, það er eitthvað sem við alltaf gert. En hugtakið, þverþjóðleiki, það kom fram til að lýsa nútíma veruleika, hraðra samskipta sem að nútíma tækni býður upp á og sem gerir fólki þarna kleift að vera mjög auðveldlega í samskiptum langan veg. Þannig að hugtakið kemur meira fram á okkar tímum síðustu áratugum. En sagnfræðingar hafa bent á að þetta þverþjóðleg sjónarhorn, það er einnig gagnlegt til að varpa ljósi á veruleika fólks í fortíðinni. Eins og til dæmis eins og flutningar sem ég var að tala eins og til dæmis flutningarna sem við fjallum á sýningum til Brasilíu. Eða flutninga Dana til Íslands eða flutninga Þjóðverja til Íslands. Að þessi þverþjóðlegu tengsl skiptu líka máli þá. Þannig að það þverþjóðlega sjónarhorn var gagnlegt. En í nútíma fjarskiptatækni hefur tekið náttúrulega við af þessum bréfaskiptum fyrir tíma en fólk heldur að senda hluti og fólk sendur að það pakka allir milli landa og á seinni myndinni hérna, hinni myndinni, þar er mynd af Balak Bayan boxi sem einhverjir hafa kannski séð eitthvað sýningur þeir sem hafa nú þegar farið og það er dæmigerður kassi sem sendir frá hinum ýmsu löndum þar sem Filippseyingar búa og þeir senda til Filippseyja. Þú kaupir til 2 stærðir af þessum kassa, þú getur keypt stærð annarkvort, ég man ekki alveg hvort þetta er stærri en að minni stærðin, en það kostar 30.000 íslenskar að kaupa hana kassa og það er innifalið sendingagjald, þannig að þú getur sett hvað sem er í hana kassa. Það eru nokkrar vörur sem má ekki senda, einhverja eins og vopn eða eitthvað slíkt skiljið, en það má senda hvað sem er til ættingina heima og þessi kassar eru allstaðar eins í heiminum. Þetta Balak Bayan box er allstaðar eins. Og það er eitt fyrirtæki í Íslandi sem með þetta og þannig að fólk í Íslandi sendir líka svona kassa. Og eins og þið sjáu, þegar þið horfa á myndina, og eftir að sjá betur þegar þið ferða á sýninguna, að það eru bara venjulegir hlutir í svona kassa. Það eru notuð föt, það eru strigaskór, það eru tannkrem, raftæki, það eru ýmislegir hlutir sem að fást til dæmis auðveldlega í borgum í Filippseyjum. En þetta fást kannski ekki endilega í þorpunum eða sveitunum, en þetta er eitthvað sem hægt að fá þar og jafnvel fyrir lægra verð. En þeir skipta miklu máli fyrir fólk að senda hlutir, ekki bara peninga, út af ýmsum tilfinningulegu tengslum og hver á að fá og allt þetta. Og þetta er eitthvað sem ég held að skýrist betur núna í þessa fyrirlestur þegar við tölum betur þverþjóðleg tengsl. Og til dæmis algengt að senda súkkulaði, spagettisós og ýmsa svona hluti, sjampó, allt þetta er. Og þetta er samt, það er raunverulega auðveldara að senda peninga og þarna, en fólk sendir þetta. En hvað er það átt við með þverþjóðleika? Þegar fjallað þetta hugtak þverþjóðleiki, þannig að við notum þetta hugtak svo mikið í dag. Þetta er hugtak sem fólk byrja að nota svona í lok síðasta aldar og byrjun þessarar í tengslum við það að við fórum að leggja meira áherslu á hnattrænan veruleika og þá kemur þetta hugtak þverþjóðleiki og það er orðið þannig núna í dag að fólk nota þetta oft á þess að vita nákvæmlega hvað er átt við. Það er líka það sem nota það of mikið hluti sem ekki við. Þannig að það er ágætt kannski að velta fyrir sig hvað er átt við. Og þegar þeir eru að tala það í sambandi við innflytjendur, þá er oftast verið að tala tvennt. Annars vegar ákveðið sjónarhorn sem felur í sér að rannsakandi beinir sjónum að menningarlegum og félagslegum tengsl sem ganga þvert á landamæri þjóðríkja. Þannig við erum ekki að tala til dæmis samskipti fólks á ólíkum uppruna hér innanlands. Við erum að tala samskipti milli þjóðríkja, yfir landamæri þjóðríkja. Og hins vegar þá er þarna þverþjóðleg tengsl og þverþjóðlegt líf, það er hitt sem við fjöllum þegar við talum innflytjendur. Hvernig tengsl innflytjenda þvert á landamæri þjóðríkja eru mikilvæg í að skilja líf þeirra og að skilja daglega veruleika þeirra. Og til dæmis mótun sjálfsmyndar og hvernig fólk lifir daglegu lífi með þáttöku í tveimur eða jafnvel fleiri þjóðríkjum. Þannig að þessi daglegu samskipti sem er orðin mjög auðveld í dag, þannig kemur þetta hugtak að vera til þverþjóðlegt líf. Já. Má ég spyrja hvað það er á ensku? Transnationalism. Nú erum við fyrst og fremst að fjalla það í tengsl við innflytjendamál. Þetta er það hugtak líka notið í öðru samhengi. Og kannski hef ég þetta að skrifa það þarna innan sviga enska, því það er fólk oft heyrt þetta transnational örugglega, það er vel talað transnational migrants og við flutninga breyta einstaklingar oft stöðu sinni
og verða hluti af hóp sem hefur mikil áhrif á efnahag og stjórnmál bæði sendanda og móttökuríki. Og þau leggja til fjármagnsflæðis í heiminum, fjölmiðlun og upplýsingar milli landa. Þau geta tekið virkan þátt í þarna atvinnuuppbyggingu sem byggir á þverþjóðlegum tengslum, til dæmis að starta fyrirtæki sem byggja á þverþjóðlegum tengslum, og taka þátt í að skapa menningu. Þau verða hver virki í stjórnmálum á 2 stöðum og hafa ofta tíðum 2-falt ríkisfang, geta til dæmis kosið 2 ríkjum. Og það var einmitt nákvæmar rannsóknir á lífi fólks innflytjenda sem að, til dæmis í Bandaríkjunum, sem að þarna beindum sjónum mannfræðinga að þessu hugtaki og hvernig fólk lifir oft lífinu semst á 2 stöðum samtímis. Fyrir að ég spyrja að því að þú veist, ég lafi Bandaríkin. Ég segi ok, ég segi Ísland, Bandaríkin. Bandaríkin svo stór, svo fjölbreyttir, það ekki hægt að segja eða þjóðerni þín Bandaríkjum maður. Það ekki neitt í raun og veru. Hvar þú? New York eða Montana, þú veist, svona. Og þess vegna oft þannig að fólk talar translocality til dæmis. Að það fólk, eins og við hefum sjálf hérna rannsókn í Íslandi, við tölum betur þetta eftir, að hvernig fólk tengir sér ekkert andlega við þjóðríki, það getur tengt ákveðinn stað. En við erum samt að fjalla ekki flutning innanlands, heldur flutning á milli svokallaðra þjóðríkja, því við erum líka leið að skoða sköpun eins og landamæri og slíkt. Þannig við komum betur kannski að þess eftir. Og rannsóknir sem beita þverþjóðlegum geta varpað ljós á spurningar eins og hvers vegna fólk flytur, hver fer, hvaða áhrif hefur það bæði á móttöku og sendandaríki. Það er samt mjög mikilvægt að hafa í huga að þegar fólk flytur þá oft mjög mismikil þverþjóðleg tengsl. Það er mjög mismunandi það er ekkert eitthvað sem ekki gefa upp fyrirfram. Og að tala fólk endla sem transmigrant sem gera það, eins og Glick Siller og fleiri sem voru að byrja að fjalla þetta í lok 20. aldar, þeir notuðu þetta hugtak, en það hefur kannski ekki mjög mikla merkingu af því að við getum ekki gefa okkur það endilega, menna að fólk sé það. En hvernig þetta sjónarhorn ólíkt fyrir sín? Í fyrri rannsóknum þá var mjög mikil áhersla á það hvernig fólk samlagaðist eða aðlagaðist nýju ríki, hvernig tók þátt og svona. Og þá var sem sagt rannsóknareiningin ákveðið þjóðríki. Með þessu sjónarhorni þá breytir svolítið rannsóknareiningin. Þannig að rannsóknareiningin ekki þjóðríki en einn ákveðin hópur heldur fyrir einstaklingar sem gerendur, en í stóru samhengi. Í samhengi. Hvaða samhengi þeir í? Þannig að einstaklingar verða sýnilegri og jafnframt allur þetta hnattræna samhengi. Og líka þarna þjóðríkin. Það er ekki að þeir sem hægt að líta þau, en við gefum okkur þau ekki sem rannsóknareiningu. Og þannig að þetta augrar að vissleiti þessari hugmyndum sem sagt líka þarna þjóðríkið sem sagt sem rannsóknareiningu. Og eitt af því sem þau hafa gagnrýnt það sem kallað hvað heitir það? Methodological nationalism, að við göngum alltaf út frá þjóðríkjum sem rannsóknareiningu. Og já, en það sem rannsóknir hafa líka sýnt að þverþjóðleg tengsl, það ekki sem uppalega þegar fólk bara rannsaka, þá varu margir sem voru með gagnrýnir, er þetta ekki eitthvað slæmt að fólk sé held áfram tengsl við upprunalegt, dregur það ekki möguleikum á því að fólk verði virkir þátttakendur og tilheyrir nýju landi, en það engar rannsóknir sem styðja það. Það oft fólk sem eru mestir þáttakendur í nýju landi sem jafnvel eru virkastir í því að vera í samskiptum við upprunaland. Þannig að það er ekkert svona þarna milli, engin orsakasamhengi þarna milli. Það er bara mjög mismunandi. Þannig að það að vera virku samskiptum áfram upprunaland, það dregur ekkert úr því að fólk verði virkir þátttakendur í nýju landi. Þannig að það er alveg saman. En það sýnir líka, það er mikilvægt að halda þeim að skoða það. Það er ekki að því að fólk vil ekki lengur skoða þetta. Það hefur mjög mikil áhrif á hvernig mann líður í nýju landi og hvernig jafnvel líður betur í nýju landi, að því bara er þessum tengslum. En hérna til dæmis tvær myndir, önnur frá Reyðarfirði, þar sem mynd af mönnum sem voru að byggja þarna álverið í Reyðarfirði og í búðum sem ég og Anja sem aftan okkur sem vorum að tala við verkamennina, þar sem þeir voru mjög tímabundið. Þeir voru bara að vinna á Íslandi
Það fóru alltaf heim í fríum og þeir sárein voru ekkert á Íslandi nema Reyðarfjörð og það svæði þar í kring og ferðir sem voru í boði fyrirtækisins. Þeir fóru alltaf til Reykjavík, Akureyri eða náttúrulega og hefðu engan áhuga, þeir fóru alltaf bara heim í fríunum, sérstaklega eins og Pólverjarnir. En ég myndi segja að þeir voru samt hluti af þessum þverþjóðlega veruleika, þeir voru að vinna hér og þeir voru þó þetta var ekki heima, skiljið. Hins vegar mynd hérna sem eftir að sjá af hlut sem á sýningunni af þarna hlutum af einum þáttakanda sem tók þátt í þarna sýningunni, Arkildas, held ég þetta, og hann sagði þegar ég hitti hann fyrst, sæl, ég er fyrst að fremst, ég er hafnfirðingur, það var aðalatrið. Ég er hafnfirskur umflytjandi, ekki eitthvað svoleiðis. Það leggur þar hans áhersla. Hann sýnir til dæmis íþróttaföt bæði frá sínum heima upprunabæ og frá Hafnarfirði. Man er þetta haukar sem hann er að sýna. En það er hans sjálfsmynda, hún tengist á ákveðnum stað og það tengist svolítið við þú ert að segja. Maður tengist ekkert endilega alltaf við land, maður tengist á ákveðnum stað. Og þarna og þegar fólk er að rannsaka þverþjóðleg tengsl, þá er oft lögð áhersla að skoða þetta þrennt. Efnahagsleg tengsl, pólitísk tengsl eða alls konar tilfinningaleg tengsl. Auðvitað eru fleiri þættir sem eru skoðaðir. Þetta er sem er algengst að skoða. Og það hefur verið mjög mikið skoðað fyrsta efnahagslegu tengsl og kannski þess vegna legg ég mest áherslu á það. Til dæmis peningasendingar, gjafir og viðskipti. Og oft er þessar þrjár hliðar dregnar sérstaklega fram, en auðvitað er það allar samtengdar eins og ég vona þið sjáuð eða mismikið tengdar. Eins og þið sjáuð til dæmis hérna í dag að ég hef mikið séð í mínum rannsóknum hvernig efnahagslega og tilfinningarlega er oft mikið tengt. Og efnahagslega þau felast til dæmis þessum miklum peningum sem eru send milli landa. Og peningar gagnast einstökum fjölskyldu viðkomandi samfélagi sem fær peningana og þau geta það borga fyrir menntun barna sinna eða stofna fyrirtæki eða ýmislegt fleira. Og þetta eru sendingar sem eru mjög mikilvæg fyrir mörg hagkerfi, til dæmis eins og Filippseyjar og þarna Haítí, það er mjög mikil máli. Og það kemur fólk oft óvart hvað þetta eru háar upphæðir, til dæmis eins og Filippseyjar, þetta er mikil hærri upphæðir en samanlagt allar fjárstöðningar, einhverja félagasamtaka þróunarstofnana. Þetta eru mjög mikil upphæðir og það er gert ráð fyrir að sirka 50 hvert heimili njóti góðs af svona sendingum. Og þar hefur bara verið bein áhersla stjórnvalda allt frá 1974-5, þegar Markó var við völd, að senda fólk út til þess að senda peninga heim. Það bara hefur verið markvisst áhersla stjórnvalda að fólk fari. Þannig að það er svona mjög mikil áhersla að fólk fari og haldi áfram tengslu við upprandsland þannig að það muni senda peninga heim. Og það var eitt af rökunum sem voru mjög voru lögð framsett af stjórnvöldum þar þegar var verið ákveða 2003 að fólk gæti haft tvöfalt ríkisfang, að það myndi vera áfram bundið einhvern veginn sínu upprunalandi, einhver tilfinningabundur, svo myndi halda áfram að vilja senda peninga áfram heim. Og margir náttúrulega flytja til annarra landa, bæði þaðan og til dæmis frá Pólland og fleiri stöðum, til þess að bæta líf sitt í heimalandi. Til þess að, sem sagt, þú ferð að vinna með stað til þess að geta átt betra líf í upprunalandi. Og alveg svo Íslendingar sem fluttu til Noregs voru margir hverjir að hugsa. Þeir voru kannski ekki að hugsa það, en þeir voru að hugsa að borga skuldir sínar og fleira. Og eða til að koma undir sem fótanum annan hátt. Þannig að oft á tíðum er fólk að hugsa flutningar sem tímabundna og svo framlengir það. Og sambandið pólitíska áttöku, þá náttúrulega til dæmis að það er kannski ekkert rosalega mikið meðal þeirra sem ég hef verið að taka viðtöl við. Þeir eru ekkert mjög virkir. En það er til dæmis það að vera með tvöfalt ríkisfang og geta kosið í hverjum löndum. En mér fannst til dæmis þessi mynd hér frá viðburði sem var skipulagður af pólskum konum hérna í október, veit ég hvort einhver mætti þar sem að þær eru semst að gera okkur hérna íslenskum konum kleift og öðru fólki, ekki bara konum, hvernig líka, að taka þátt í þeirra baráttu fyrir þarna gegn því að þetta kom mjög ströng fóstureyðingarlöggjöf sem er mjög ströng fyrir og Ísland það voru þær sem skipulögðu mótmæli okkar sem að bæði Íslendingar og Pólverjar tók þátt í örugglega fleiri.
Þannig að þetta sýnir svona hvernig þetta pólitíska getur orðið mjög þverfaglegt. Svona dæmi það. En það sem ég ætla kannski meira að fjalla hér, og það er kannski vegna þess að það tengist meira svona nýlegum rannsóknum mínum, þessi tilfinningalegu tengsl og fjölskyldutengslin og kannski minna vináttan og hvernig fjölskyldur, þetta með þverfaglegu fjölskyldunar. Tíminn líður að miklu hraðar eins og við bara að taka þetta. Já, þverfaglegu fjölskyldur, það eru fjölskyldur sem búa tímabundið eða til lengri tíma aðskilin en halda áfram að vera efnaðslegar, félagslegar, tilfinningalega heildir. Það halda áfram að vera til sem fjölskyldur með gagnkvæmum skyldum. Það hafa gagnkvæmum skyldum að gegna gagnvart hvort öðru og þrátt fyrir fjarlæg að finna einstaklega fyrir samábyrgð hvað velferð og samstöðu þarna varðar. Og það mikið verið fjallað í svona rannsóknum á fjölskyldu mæður sem fara í burtu og eru án barnanna sinna og hvað áhrif það hefur á börnin og þær. Og það er oft mjög flókið, þær eru að fara til þess að skapa börnum sín betra líf en eru jafnframt með samviskubit. En þegar við skoðum íslenska veruleika, það er ekki margar konur eða mæður sem hafa komið hingað án barnanna sinna. Það eru þetta svolítið af fólkinu sem hefur komið tímabundið, bæði karlar og konur sem fara án barna. Og það hefur áhrif á það, en þeir sem eru til lengri tíma hafa yfirleitt tekið börnum með sér. Miðað við til dæmis það sem við sjáum í mörgum öðrum löndum, þar sem fólk að ráða sér til vinnu inn á heimili annar og getur ekki tekið börnum með sér. Eins og í Kanada, þar sem þarf að vera 3 ára að vinna til dæmis og áður getur sótt að taka börnin. En hér hefur þetta ekki verið stórt mál. En þeir sem hafa komið hingað, þeir eru mjög mikið að þarna hjálpa og að lifa þverfaglegu fjölskyldulífi, til dæmis við foreldra sína, við systkini, og að sjá fyrir þeim. Og þeir eru sem sagt að það er til dæmis að sjá fyrir eldri foreldrum að því að eins og til dæmis segjum til dæmis í Pólandi, það er mjög frekar lélegt velferðarkerfi og það er mjög litlar upphæðir sem að foreldrarnir fá, þannig að börn þeirra og sérstaklega dætur, þær eru að senda peninga til foreldra sinna og bera ábyrgð á því að einhver sjá þau í heimalandi og borga fyrir það. Og það sama Filipseyinga, þetta er mjög oft verið að senda peninga til að sjá fyrir börnum systkinabörnum sem sagt, systkina sínum, foreldrum og borga reikninga vegna til heilbrigðisþjónustu, það er mjög stór þáttur. En það sem kannski skiptir máli að fólk er í daglegu tengslum við ættingina. Ég til dæmis tekið viðtal við konu sem hún var ólíkt mörgum öðrum, án barnanna sinna að vinna í nokkur ár. Hún var hverjum virkum degi alveg 2 tíma á Skype að hjálpa börnunum sem að læra, skiljið. Svo þegar búin að hjálpa öllum drengjanum að læra, fyrsti, svo annar og þriði, þá þurfti að tala alltaf félagslega. Þannig að hún var alveg margar klukkutíma á hverjum degi að tala við drengina daglífið. Og þetta er mjög algengt að fólk er bara í þessum, og þetta er líka bara eins og með símanum. Fólk bara í daglegum samskiptum, það er alveg að stansa eitthvað samband og ræða bara með svona venjulega hluti. Ólíkt kannski bréfunum sem fólk senda áður, eða margir þeir sem ég hef talað við komið hingað áður en að þetta var svona auðvelt og þá voru þeir að hringja og voru mjög háa símreikninga. Nú er þetta bara auðvelt, þú ert bara alltaf með ættingina og það er mjög algengt að fólk er jafnvel að tala á ættingina með þeir að tala mig líka. Þetta er svona, við dættum að taka þetta sem til að sýna hvað þetta er þverfaglegt bæði ákvarðanir og eins og til dæmis þessi kona sem er hann að tala, hún giftist íslensku manni sem hún hittir í Filipsheim og giftist honum og hann langaði að hitta vestrænan mann af því hún vildi giftast manni þar sem væri meira lagt áherslu á jafnrétti til dæmis heldur en hún í hennar heimalandi. Það fannst það mikilvægt eiginlega karlmennum, vestrænum karlmennum og eða það var hennar hugmyndir náttúrulega fyrir það. Og hún kynnist manninu sínum en leið skiptir miklu máli fyrir hana að vinna til að hjálpa fjölskyldunni. Og það sem ég er að segja er að markmiðið, það er svo erfitt að taka þetta ekkert sundur, skiljið. Þú vilt þetta giftast góða manni en þú vilt líka vinna. Þannig að það vestar sem það geta lent í er að kynnast manni sem vill ekki að vinna vegna þess að þú ert alltaf að koma bæði til að eignast góða mann og eiga gott líf en líka til að vinna. Þannig að þetta efnahagslega og þetta tilfinningarlega er mjög tengt. Og þessi skyldu, að það að vera með ákveðna skyldu gagnvart og að hjálpa. Og þannig að þessi kona til dæmis, hún var
að senda pening til systur sinnar og hennar barna. Og það sem ég sé bara, svona dreg svolítið sem að ég hef fundið mín rannsóknum, með þessi samskipti á netinu skipta miklu máli, löng frí upprænalandi, það skiptir mjög miklu máli líka fyrir sjálfsmynd og fyrir styrk, peningasendingar, pakkasendingar sem ég hef minnst á nú þegar, og það að kaupa, að byggja húsnæði, upprænalandi skiptir líka mjög mörgum máli. Margir eru eiga húsnæði bæði hér og þar, bæði sem er hér eða og upprænalandi. Og það fylgjast mismikið með stjórnmálum og öðru sem að gerast heima. Fylgjast til dæmis með einhverju þáttum í sjónvarpi, fréttum, það þarf ekki endilega að vera eitthvað stjórnmálatengt en eitthvað sem skiptir máli sem að gerast þar. Og hérna tók ég mynd sem sagt frá Flateyri þar sem voru svona á þeim tíma, þetta er langt síðan, 10 ár síðan, þar sem við vorum að finna Pólverja og þá sáum við það voru svona diskar á húsunum, þannig að það var auðvitað svona að finna hvað þeir bjuggu. Að þeir voru þessi áherslu að vinna, horfa á pólska sjónvarpið, verið í sambandinu alltaf við ættingjana. Og þá vaknar spurningin sem hvað það heima í þessu samhengi sem að lifi svona þverþjóðlegu lífi. Og það ofta ekkert einfalt svar, það mjög misjafnt hvað fólki finnst og það getur líka breyst bara með tímanum. Á tímabili finnst það kannski bæði vera heima. Það getur líka finnst hvorugt sé heima. Og það tengist því sem kallað svona í fræðunum bifocal view eða við segjum þetta sem tvíhliða sýn, ég ekki alveg viss hvort það sé góð þýðing, en þegar þú ert alltaf að bera saman líf þitt hér og þar og alltaf að fylgjast með báðum stöðum og hvernig maður tilheyrir á ólíkan þátt og getur jafnvel verið mjög mikið þáttakandi á einum stað en tilheyrt meira öðrum, skiljið. Og það vekur þetta líka spurning landamæri og mæri og þannig að hvað getur maður gert tilkall til að tilheyra, hvað fær maður að tilheyra? Fær maður aðgang. Þetta bara myndir sem er frá Gdansk og Varsjá, strönd í Filippseyjum og líka 2 myndir og svo ein hérna frá Vestfjörðum. Til að sýna svona hvað þetta er ólíkir staðir sem að fólk kemur frá og hvernig hvað er þá heima það fyrir stöðum. Fólk talar oft það að það að fara heim og svo það að koma aftur heim. Það er að fara heim, svo kemur aftur heim til Íslands. En þegar það að flytja milli landa felur ekki bara í sér valdeflingu og einstaklingar þau þurfa að takast á við hnattrænt efnahagskerfi og vald- og hugmyndakerfi þjóðríkja og í nýju landi ýmsar hindranir, til dæmis bara vegna þjóðernis, mismunur vegna litarháttar og annars skilgreinds menningarlegs munar, jafnvel stjórnmálaleg andstæði verið sem staðar og það getur verið erfitt að vera skilgreindur bara sem vinnuafl, til dæmis, að vera ekki skilgreindur sem manneskja lengur og þannig að það oft þannig að fólk upplifir að jafnvel þá efnahagsleg staða batni að það félagsleg staða einhvern veginn, hún versnar. En hún versnar ekkert endilega í upprænalandi, skiljið þið. Að félagsleg staða getur jafnvel batnað í upprænalandi með þessa efnahagslegu stöðu þó svo að, og það oft eitthvað sem hjálpar fólki mikið, eða finnur það skýpils metur hér en þá oft mynd gott að fara heim þar sem þú hefur meira hlutverk, þú ert líka framfleytandi og þú hefur mikið hlutverk sem frænka eða sem systur eða eitthvað slíkt. Þannig að, og með datt í hug bara enda með dæmi frá rannsókn minni í Filippseyjum og hér, að sem sagt hvernig sem sagt það eru 2 konur sem búa hér í Íslandi frá Filippseyjum sem að báðar að vinna vinnu þar sem það kannski ekkert mjög mikið metnaður en það vinna mikið og þær hafa fengið ákveð vægi í samfélaginu hér með Filippseyinga en það sem þetta ásamt öðrum og það sýnir líka að þessi þverþjóðlegu tengsl ekki bara milli einstaklinga heldur milli ákveðna hópa því hópurinn þetta frá fólk sem kemur frá Maripípi-eyju í Filippseyjum sem lítil 7 manna eyja og þar mjög falleg eyja en þaðan hafa mjög margir komið til að vinna á Íslandi. Þannig að samfélag þeirra hér, þau ákváðu að halda eins og hérna í Íslandi, þá haldið svona hátíð í þorpum, eins og Dalvík og fleiri stöðum, sem fiesta þeirra kallað, og þau ákváðu að safna peningum hér til að halda fiesta í sínum heimabæ.
og þau söfnuðu sem sagt þarna, þetta eru veitingar til dæmis sem maður gæti keypt og ég keypti mér og háttlættis innifalið og það var haldið sem sagt svona og ég náttúrulega aðrar fjárafluna allir notaði líka og síðan héldu þau þessa hátíð sem þið sjá hérna með og það var náttúrulega skipulagt mikið af heimamönnum, dansatrið og skemmtatrið og fleira og þau borguðu það, skiljið. Og svo var annað sem var gert líka og það þessi peningadansin hérna að þá sem komu þannig að þá dansa sem að fólk fegir peningum sem síðan notaður í ákveðin verkefni fyrir og til þess að núna þessu tilfelli átt að nota peningana til að bæta íþróttaaðstöðu unga fólksins í bænum, skiljið. Og það var sérstaklega lagt til þess að Íslendingarnir eða fólki frá Íslandi verið duglegt að fara að dansa og henda peningum, skiljið. Og þetta bæjarstjórinn hérna í fyrirstjórninni, hann var til fyrirmyndar að henda mikið peningum. Þetta lágur upphæðir en það er mikið sem er safnað og síðan og það er ákveðin væntingar til þeirra sem kom frá Íslandi. Og það er fylgst með því. Og þarna sjáum við fjórðu myndinu Íslendingana vera að gefa fólkinu að borða, kannski svolítið líkt því sem að gert fólk var súpernadalvi, ekki veit það ekki. En þannig þau að gefa, það var grillu mörg svín og allir bæjarbúar gátu koma að fengja, þau buðu allir mat og síðan var opið hús í öllum heimilum. Og þá sá ég líka sum þessa einstaklingar sem hafa verið að vinna alls konar vinnu hérna, til dæmis í versmiðum, hafa tekist að byggja ágætlega fallegu hús við hafið bara þarna á þessu fallegu eyju, skiljið. Þannig að þetta og það það sem kannski vilja leggja áherslu hérna að bæði það að þetta ekki bara einstaklingar heldur líka hópar og hvernig ég sem rannsakandi fekk mjög mikla innsýn með því að vera ekki bara að skoða þessi stærðfræðilegu tengsl, heldur líka aðferðafræðilega. Fór út og fylgdist með þar líka. Ég tvisvar sem þar út og það skipti mér miklu máli til að fá miklu dýpri skilning á sem maður hefur farið á staðinn og séð hina hliðina á þessu stærðfræðilegu tengsl. En ég sé að tíminn bara hálftími sem ég hef verið þannig ég þakka bara fyrir en endilega við einhverjar spurningar eða eitthvað sem þið viljið ræða mig.